Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 16. júní, er 3. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er orð friðþægingarinnar eða týndur fundinn. Í lexíunni fyllist Jónas gremju yfir miskunnsemi Guðs. Í pistlinum skrifar Páll: Ég er erindreki Krists sem Guð notar til að hvetja ykkur. Og í Guðspjallinu segir Jesús: Allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem til mín kemur mun ég alls ekki brott reka. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum hvaða boðskap lexían gefur okkur, en hún er úr Jónasi 4. kafla. Jónas hafði gengið út úr borginni og búið sig fyrir austan hana, í því skyni að reisa sér laufskála og setjast undir hann í skuggan og bíða þess hvað yrði í borginni. Þá leiddi drottinn Guð fram Rísinusrunna. Hann óx yfir Jónas og varpaði skugga á höfuð hans og linaði beiskju hans og gladdist hann mjög yfir Rísinusrunnanum. Þegar birti af degi og roðaði á morgni, sendi Guð orm sem stakk Rísinusrunnan svo hann visnaði. Og sól var á lofti, leiddi Guð fram brennheitan eyðimerkur vindinn og sólin stakk Jónas í höfuðið svo hann örmagnaðist. Þá óskaði hann sér dauða og sagði: Ég vil heldur deyja en lifa. Guð sagði þá við Jónas: Hygguru að þú reiðist með réttu vegna Rísinusrunnans? Hann svaraði: Ég geri rétt ég reiðist til dauða. Þá sagði drottinn: Þú kenndir í brjósti Rísinusrunnan sem þú hafðir hvorki haft erfiði af né komið upp. Hann óx á einni nóttu og visnaði á einni nóttu. Ætti ég ekki að sjá aumur á Nínevi, hinni miklu borg, þar sem meira en 120.000 manna búa, sem vart þekkja hægri höndina frá þeirri vinstri, og að auki fjöldi dýra. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, þemað í dag er orð friðþægingarinnar eða týndur og fundinn. Frá syndafallinu hefur Guð leitast við að fá manninn til að snúa aftur til sín. Og Jesús sagði að hann væri kominn til að leita hinu týnda og frelsa það. Jónas var sendur til að fá íbúa heillar borgar til að snúa sér aftur til Guðs. Þekktust frásögnin að veru hans í hvalnum og að hvalurinn spúði honum á land nálægt borginni Nínevi, svo Jónas komst ekki undan verkefninu. Í gegnum allt Gamla testamentið sendi Guð spámenn til þjóðarinnar með beiðni að snúa aftur til hans. Jónas var einn þeirra og sagan þegar hann lenti í hvalnum er ein af þekktustu sögum Gamla testamentisins. Jónas hélt að hann gæti falið sig fyrir Guði, verið týndur. En það þýðir ekki að fara í feluleik við Guð og að lokum fór Jónas og predikaði boðskapinn yfir borgarbúum. Allir borgarbúar höfðu fjarlægst Guð og hann vildi að þeir sneru til sín aftur. Stutta sagan er að borgarbúar tóku mark á Jónasi. Konungurinn tók boðskapinn alvarlega og fyrirskipaði iðrun og föstu svo Guð hætti við að refsa þeim. Þá skyldi maður ætla að Jónas hafi fagnað með borgarbúum, en hann fylltist gremju yfir miskunnsemi Guðs og fór út úr borginni. Hvers vegna? Vildi hann geta sagt: Víst sendi Guð mig og ég vara ykkur við, en af því að Guð refsaði þeim ekki,
hafði Jónas í raun og veru enga sönnun fyrir því að Guð hafi raunverulega hótað þeim að borgin yrði lögð í rúst. Þetta svipað með allar bíómyndirnar sem við höfum séð, þar sem einhverjum örfáum einstaklingum tekst á ögurstundu að bjarga heiminum frá tortímingu, en af því að það gerðist ekki, þá vissi enginn af hættunni sem hafði vofað yfir og enginn þakkar fyrir giftusamlega björgun. Það er enginn hetja. Svo við getum velt því fyrir okkur hvort Jónas hafi óttast að fólki myndi fara gegn honum, eða vildi hann kannski upphefja sjálfan sig fyrir að hafa aðvarað íbúana, eða vildi hann fá þakkir. Guð hætti við að leggja borgina í rúst því íbúarnir endurnýjuðu samband sitt við Guð, það er, þeir fundu Guð aftur. Þó Jónas hafi fyllst gremju þá gafst Guð ekki upp á honum. Hann reyndi að leiða honum fyrir sjónir að þeir hefðu báðir gert gott. Jónas hafði hlýtt Guði og tilgangur ferðar hans hafði tekist því fólkið hafði snúið sér aftur til Guðs og Guð hafði getað sýnt kærleika sinn. Já, hluta af þemanu er týndur og fundinn. Að vera týndur þýðir ekki að Guð viti ekki hvar einhver er staddur, heldur að sá hinn sami hafi ekki fundið Guð. Jesús notaði þessi hugtök þegar hann sagði að hann væri kominn til að leita að hinu týnda og frelsa það. En frelsa frá hverju? Margir lifa svo þægilegu lífi að þeir telja sig ekki þurfa á frelsun að halda, fyrir utan það að þeir átta sig ekki á því að frelsunin mun ekki eiga sér stað í þessu lífi heldur því næsta. Guðspjall dagsins úr 6. kafla Jóhannesar og í upphafi kaflans okkur sagt hvers vegna mikill fjöldi fólks fylgdi Jesú eftir. Það vegna þess að það sá hann lækna sjúka. Það var ekki af trúarlegum ástæðum og í framhaldinu mettaði Jesús 5.000 manns með 5 byggbrauðum og 2 fiskum og leifarnar fylltu 12 körfur. Á þessu kraftaverki sá fólkið verk Guðs, en þegar það var orðið satt fór mestur hluti þeirra heim. Vonandi hafði Jesús sáð trúarfræjum í hjörtu þeirra sem fengu síðar að vaxa og dafna. Kraftaverkin hafa skapað umtal, en það spurning hvort menn hafi talað meira þá sem Jesús læknaði en Jesú sjálfan. Einhverjir hafa áttað sig á því að Jesús gæti verið Messías. Þeir vildu tala við hann, leituðu hans og fundu hann hinum megin við vatnið. En hvað gerðist þá? Jesús sakaði þá að sjá mettunina aðeins sem tækifæri til að mettast líkamlega og segir að þeir þurfi fremur að hugsa að afla sér andlegra næringar. Hann sé brauð lífsins, næring sálarinnar og gefi sálinni eilíft líf. Því þann mun aldrei hungra sem til hans kemur og aldrei þyrsta sem á hann trúir. Ekki voru mennirnir alveg sáttir við að heyra þetta því að þeir töldu sig þekkja Guð. Guð hafði fylgt Móse og þjóðinni gegnum eyðimörkina og gefið brauð frá himni. En Jesús reynir að útskýra að það nægi ekki að trúa á kraftaverkin. Það þarf að trúa á þann sem framkvæmdi þau, þann sem gaf brauðið. Í eyðimerkurgöngunni var það Guð, en daginn áður var það Jesús sem mettaði 5.000. Hann hið lifandi brauð sem steig niður af himnum, brauð eilífs lífs, og þá sem trúa á hann, sagði Jesús, að hann myndi reisa upp
til eilífs lífs. Jesús mætti öllum í kærleika, bæði trúuðum og vantrúuðum. Hann las huga manna og sá hvað lá að baki spurningum þeirra og gaf alltaf viðeigandi svör. Og stundum eins og hann svari spurningu sem var aldrei borin fram. Forsenda frelsunar að stíga fram í trú og að sjálfsögðu höfðu menn áhyggjur af því hvaða áhrif fyrra líferni hefði. Í pistli dagsins skrifa Páll: ef einhver í Kristi, hann orðinn nýr maður. Hið liðna varð að engu, nýtt orðið til. Og í Lúkasi sagði Jesús söguna týnda soninn og sú saga fullvissar okkur að sá sem leitar Guðs, sama hverju hann lenti í áður, honum tekið fagnandi og með opnum örmum af Guði föður, sem vill ekki að neinn glatist. Eins og Páll skrifaði, hann nýr maður. Hið liðna varð að engu, nýtt orðið til. Með komu Jesú var innleiddur nýr sáttmáli sem Páll kallar sáttagjörð. Í þessari nýju sáttagjörð ákvað Guð að strika yfir jarðnesk brot og gera menn hólpna af náð fyrir trú. Hvílík náðargjöf stendur nú öllum til boða. Já, þema dagsins orð friðþægingarinnar, týndur og fundinn. Jesús orðið og boðskapurinn sem hann flutti friðþæging, ný sáttagjörð milli Guðs og manna. Við getum ekki falið okkur fyrir Guði frekar en Jónas. Guð veit hvar við erum stödd og bíður eftir því að við tökum afstöðu til hans. Við höfum ekki hugmynd hversu oft hann hefur bjargað okkur frá slysum eða óhöppum eða hversu oft hann hefur leitt okkur til að taka rétta ákvörðun. Hversu oft hann hefur látið okkur hika sem hefur orðið að biðstöðu eða opna réttu dyrnar fyrir okkur. Látið okkur hitta rétta fólkið eða vera á rétta staðnum. Sumir kalla þetta heppni, en kristinn maður kallar þetta blessun og handleiðslu. Gangan með Guði hefst leið og við réttum út höndina til að leiða hann. Guð setur okkur ekki á reynslutíma. Leið og við leitum hans við börn hans. Við vitum að hann getur gert kraftaverk, en við einblínum ekki á þau, heldur hann sem gerir kraftaverkin. Hann sem hefur máttinn til þess, hann sem umvafinn dýrð himins, en finnst við samt vera þess virði að leita okkar til að frelsa okkur. Hebreiska mannkyn ætti að sjá þennan kærleika Guðs til okkar sem hið stærsta kraftaverk og viðurkenningu á hversu dýrmæt við erum í hans augum. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, Amen.